Fundið framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir á ný 7. dagskrármálið kynrænt sjálfræði, stjórnarfrumvarp 752. mál á þingskjali 1184 með áorðnum breytingum á þingskjali 1809. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd verða hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir tekur til máls. Já, gera grein. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Það eru fleiri. Já. Herra forseti, ég vil fyrst og fremst þakka Alþingi fyrir að taka svo skýra afstöðu í þessu réttindamáli fólks sem lengi hefur mátt bíða eftir þeim sjálfsögðu réttindum að geta sjálft tekið ákvarðanir eigið kyn. Og ég er mjög þakklát hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir þá vinnu sem þau hafa lagt í máli til að skapa það aukna sátt og samstöðu. Ég veit það líka að með þessu frumvarpi er ekki öllum spurningum svarað en eigi að síður er þetta mjög stórt skref framöndan í að tryggja fram á við til að tryggja réttindi kannski ekki fjölmenns hóps en mikilvægs hóps því öll erum við jú fólk og öll eigum við að njóta þessara réttinda. Og ég segi já. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það er með mikilli gleði að ég Það er með mikilli gleði að ég greiði hér atkvæði með frumvarpi til laga kynrænt sjálfræði. Þetta er gríðarlega mikilvægt réttindamál, þetta er gríðarlega mikilvægt mannréttindamál. Það er gríðarlega mikilvægt að einstaklingar geti skilgreint kyn sitt. Umræðan þessi málefni, hún á eftir að halda áfram í samfélaginu. Það verða starfshópar starfandi samkvæmt þessu frumvarpi og ég bind mjög miklar vonir við það að við náum enn lengra í þessum málum með þeirri vinnu en þetta er alveg gríðarlega mikið fagnaðarefni að við séum núna að samþykkja þessi lög. Og ég segi það aftur, það er með mikilli gleði að ég er hér á játakanum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég tek undir það að það er ánægjulegt að fá að standa hér og taka þátt í atkvæðagreiðslu þetta stóra og mikilvæga réttindamál. Sjálfstæðisflokkurinn ályktaði á síðasta landsfundi sínum mikilvægi þess að Ísland væri áfram leiðandi í málefnum hinsegin fólk og að við ættum að vera í fremstu röð með metnaðarfulla löggjöf kynrænt sjálfræði. Í þeim lögum yrði kveðið á einstaklingar megi sjálfir ákveða kyn sitt og það er það sem við samþykkjum hér í dag og ég fagna því að sjá hversu mörg græn ljós eru á töflunni. Forseti hafi ekki séð fleiri sem óskuðu eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu þannig að við getum farið að ljúka atkvæðagreiðslunni. Forseti leyfir sér að segja að hann gengur til þessara atkvæðagreiðslu með mikilli ánægju. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 45 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 8. dagskrármálið félagsleg aðstoð og almannatryggingar. Stjórnarfrumvarp 954. mál á þingskjali 1655 með áorðnum breytingum á þingskjali 1813 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna, er það rétt skilið? Eða gera grein fyrir atkvæði? Já, þá hefjum við atkvæðagreiðsluna og þeir hv. þingmenn sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu eru beðnir að gefa merki. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson gerir fyrst grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, gerum grein fyrir atkvæði frumvarp breytingu á lögum félagslega aðstoð og lögum almannatryggingar, framfærslu, uppbót og meðferð atvinnutekna. Og til þess að gera langa sögu stutta þá er hér að
mínu mati og þingflokks Viðreisnar að ræða gott mál sem hefur engu að síður þá annmarka að eftir mikla jóðsótt að fæðast lítil mús. En mýs eru góðar í þessu tilfelli og við munum greiða atkvæði með þessu þó að við hefðum viljað sjá lengra gengið og gerum enn fremur athugasemdir eilitlar við það hvernig þetta mál er unnið, á hvaða tímabili það kemur inn og hversu lítið var hlustað á síðustu stigum á þá hagsmunasamtök öryrkja sem höfðu ýmislegt fram að færa við vinnslu þessa máls. Ég vil líka lýsa yfir að gera athugasemd við þá tilraun sem ráðherra gerði til þess að reyna að lauma inn í málið þeim liðum sem lúta að búsetuskerðingum og sérstakri framfærsluuppbót og því að taka slysabætur sem bæta þeim inn í skerðingar. Þannig að ég held að það sé kannski ákveðna áminning og mig langaði bara að sérstaklega, ég held við eigum ekki hér á þingi að vera að flækja mjög flókin mál, heldur miklu frekar að vera að reyna að vinna að því að einfalda þessi mál, þannig að við skiljum þau. En þetta er rétt skref í rétta átt, þannig að við segjum já við þessu máli. Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, hér erum við að stíga skref til þess að draga úr skerðingum, krónu á móti krónu skerðingu sem verið hafa í kerfinu gagnvart örorkulífeyrisþegum og ég vil fagna því sérstaklega að þetta skref er verið að stíga hér. Þessi hópur var því miður skilinn eftir árið 2016 og hefur beðið allt of lengi og ég tek undir með þeim sem hafa sagt það hér. Hins vegar búið að marka ákveðna stefnu núna, stefnu sem miðar að því að innleiða hér einfaldara og nýtt og breytt almannatryggingakerfi og þessar breytingar eru liður í því og ég fagna því sérstaklega. Og hér erum við að ráðstafa þeim fjármunum sem ráðstafað til málaflokksins í fjárlögum yfirstandandi árs. Og ég vil líka þakka hæstv. Velferðarnefnd fyrir hversu hratt hún vann þetta mál og ítreka það að þetta mál kom inn hér seint vegna þess hve dróst skil á hjá þessari nefnd og hefði þurft að fá betri umfjöllun og fór ekki í gegnum samráðsgátt meðal annars. En ég taldi mikilvægt að þetta mál færi hér inn til þingsins og gæti orðið að lögum sem það er að gera núna. Og það er meðal annars fyrir skjót viðbrögð bæði velferðarnefndar og þingsins. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Hér er stigið aukt örlítið skref. Mig langar að minna á það sem við urðum vitni að hér í gær þegar unga fólkið okkar var hér með þingsalinn og á sínum þingfundi. Hér kom ungur drengur fram og var einmitt að tala nákvæmlega það sem við erum að fjalla hér í dag, 65 aurar á móti krónu, þar sem hann sagði að félagsmálaráðherra væri í rauninni búin að éta alla pitsusneiðina en skildi skorpuna eftir. Þannig að enn og aftur, hér erum við að glíma við krónu á móti krónu skerðingu, hér er í rauninni verið að halda áfram hvað ég að segja, hamla þessum ákveðna hópi því að vilja hvetja þá út á vinnumarkaðinn. En þetta er skárra en ekkert, illskárra en ekkert, þannig að auðvitað segjum við já. En þetta búið að vera við lýði síðan með reglugerð haustið 2008, eini þjóðfélagshópurinn sennilega í heiminum sem býr við slíka skerðingu. Þessi skerðingar afnumin af eldri borgurum 1. janúar 2017 og ég vona að það sé minnsta kosti markmiðið að við þurfum ekki að horfa upp á þetta mikið lengur. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, hér er verið að stíga mikilvægt skref þó auðvitað mætti alltaf segja að það gæti verið stærra. Það er verið að auka greiðslur til öryrkja sem nemur tæpum 3 milljörðum á þessu ári og 4 milljörðum á ársgrundvelli til lengri tíma litið. Málið batnaði í meðförum hv. velferðarnefndar. Það er mikilvægt að halda áfram að bæta kjör þeirra sem lakast standa. Á þeirri vegferð eru núverandi stjórnvöld í landinu. Ég segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, við erum að minnka krónu á móti krónu niður í 65 aura á móti krónu. Sú hungurlús dugir hvergi til. Það var hægt að gera þetta með einu pennastriki fyrir eldri borgara
Og það sem er eiginlega verra við þetta mál er það að þessi skerðingar eru gerðar fyrir skatta. Þannig að þetta er slæmt mál, vont mál og það er ömurlegt til þess að vita að við skulum skammta öryrkjum alltaf minnst og síðast. Og enn einu sem á að gera og það sem ég óttast mest er að það á aldrei að taka krónu móti krónu algjörlega út. Heldur á að bara festa í þessi 1/3 vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir meira en 4 milljörðum á næsta ári í þetta. Og þar af leiðandi er það bara 1/3 sem á að lögfesta. Og það er ömurlegt til þess að vita en það verður að segja já við þessu vegna þess að öryrkjar geta ekkert beðið. Þeir verða að fá allt sem þeir geta fengið. En það er ömurlegt, ég vona samt heitt og innilega að verði gengið þannig frá þessu að krónu móti krónu hverfi fyrir haustið. Þá gerir að síðustu grein fyrir atkvæði sínu hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, það er spurning forgang, siðferði og gildismat að réttarhlut öryrkja. Ríkisstjórnin hefur málað sig út í horni í samskiptum við þennan hóp og sáldrar nú út dúsu í örþrifum. Þó eftir að hafa skorið það bil fjórðung af því sem fyrirhugað var, ríflega 1 milljarð, sem hefði sennilega þó dugað til að draga úr skerðingum í 50 aura af hverju krónu. Vandinn er ekki mestur hjá þeim sem skerðast vegna tekna. Hann er alvarlegastur hjá þeim sem hafa engar tekjur sem hægt er að skerða, sem lifa undir atvinnuleysisbótum og hafa ekki möguleika og mun ekki hafa möguleika til atvinnuþátttöku. Krafan er hækkun grunnlífeyris þegar í stað og einföldun kerfisins. Virðulegur forseti, þetta er snautlegt viðbragð. Aumt er það og nálgast það að vera hrein niðurlæging. Ég er hugsi yfir þessu verklagi en segi þó já. Þá er rétt fyrir hv. þingmann að greiða atkvæði því að þar með er það komið og vonandi hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði eins og hugur þeirra stendur til. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir á ný 9. dagskrármálið, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjórnarfrumvarp, 637. mál á þingskjali 1043 með áorðnum breytingum á þingskjali 1501. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hver? Hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, það hefur ekki farið fram nákvæmt mat á hæfilegri stærð Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Samfylkingin telur að í ljósi efnahagshrunsins 2008 sé varhugavert að lækka iðgjöld aðildarfélaga þegar ekki liggur fyrir festa í því regluverki sem ætlunin er að framkvæma og tekur þar undir álit Neytendasamtakanna málið. Háttvirtir þingmenn eru ekki sammála okkur og því þurfum við neytendur og viðskiptavinir bankanna að sjá til þess að svigrúmið sem skapast verði til hagsbóta fyrir innstæðueigendur og það er ekkert annað en eftirlit okkar neytenda sem getur passað upp á það. Fer svigrúmið til þess að auka arð fjármálafyrirtækjanna eða leggst það með neytendum? Þessu þurfum við að fylgjast með. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 44 atkvæðum gegn 6. 2 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 10. dagskrármálið á ný veiting ríkisborgararéttar, frumvarp 967. mál á þingskjali 1810. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 51 atkvæði, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 51 atkvæði, 1 greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir á ný 11. dagskrármálið, fiskveiðar utan lögsögu Íslands,
Stjórnarfrumvarp 776. mál á þingskjali 1236, nefndarálit á þingskjölum 1653 og 1766 og framhaldsnefndarálit á þingskjali 1814. Breytingatillögur eru á þingskjölum 1654 og 1679. Framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði um breytingu á lögum fiskveiðar utan lögsögu Íslands, nr. 151/1996, eða stjórn veiða á makríl. Hér eru meðal annars greidd atkvæði breytingartillögu mína sem í samræmi við stefnu okkar Samfylkingarfólks að 1/3 makrílkvótans verði boðinn út samkvæmt ferli sem ráðherra myndi ákveða með reglugerð. Þar leggjum við áherslu á að við útboðið líti ráðherra til reynslu Færeyinga af útboði af makrílkvóta en fyrirkomulag þeirra hefur gefið góða raun. Þá leggjum við jafnframt til að helmingur þeirra tekna sem verða til við uppboðið renni til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem annist skiptingu teknanna. Þetta í huga okkar Samfylkingarfólks sérstaklega mikilvægt enda ljóst að lagabreytingar ásamt tækniframförum síðustu ára hafa leitt til mikillar hagræðingar í sjávarútvegi með tilheyrandi fækkun starfa og röskun á búsetuforsendum í sjávarbyggðum víða land. Herra forseti, ég hvet hv. þingheim til þess að samþykkja breytingartillögur okkar í Samfylkingunni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við greiðum atkvæði stjórn fiskveiði í makríl og vissulega deildar meiningar hvernig stjórn veiða í makríl best fyrir komið. En við stöndum frammi fyrir Hæstaréttardómi og þar meðal annars kemur fram að það ekki löglegt að stjórna veiðunum með reglugerð eins og verið hefur undanfarin 11 ár sirka. Og hér lagaumgjörð og hlutdeildarsetning á makríl og við Vinstri græn gerðum athugasemd við málið eins og lá fyrir. Við höfum náð góðri samstöðu meirihlutanum að bæta málið, höfum skipt kerfinu upp í 2 flokka eftir veiðarfærum. Þeir sem eru með handfæri og línu eru í einum flokki og þeir sem eru með önnur veiðarfæri í öðrum. Við höfum sett girðingu þarna á milli og sett leigupott 4.000 tonn fyrir minni flokkinn, handfæri og línu, og ég tel að það sé búa ágætlega málið svo að það náist meiri jafnræði á milli þeirra sem eru að veiða á línu og króka og á úthafsmiðum. Á þingskjali 1679 töluliður 1 breytingartillaga frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að við bætist ný grein sem verði 1. grein og orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Jarþrúður Ásmundsdóttir, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Það ekki. Herra forseti, við stöndum frammi fyrir einstöku tækifæri. Í frumvarpi skiptingu veiðiheimilda á makríl gefst okkur nú kostur á að leiðrétta það óréttlæti sem ríkt hefur í skiptingu veiðiheimilda. Óréttlæti sem í dag innbyggt inn í fiskveiðistjórnunarkerfið. Við eigum þess kost á að taka í þessu máli lítið en mikilvægt skref í átt að auknu réttlæti, verðmætasköpun og sjálfbærni. Þó skrefið sé lítið felur það í sér stóra yfirlýsingu vilja stjórnvalda og þingsins til langþráðra sátta nýtingu auðlindarinnar. Breytingartillagan sem þingið greiðir hér atkvæði tryggir sanngjarna úthlutun veiðiheimilda, veldur ekki ólíkum aðilum greinarinnar fjárhagslegu tjóni og staðfestir rétt þjóðarinnar yfir auðlindum sínum. Tímabinding aflaheimilda og uppboð á hluta þeirra þar sem markaður ræður för en ekki geðþótta ákvörðun stjórnmálamanna óumdeilanlega til þess fallin að vera ábótasamari fyrir þjóðarbúið og fyrirtæki greinarinnar. Og ég renni hér í þeim efnum augum sérstaklega í átt til þeirra flokka sem kenna sig við markaðslausnir. Það væri afar misráðið af þinginu að grípa ekki tækifæri núna og greiða atkvæði með tillögunni því við vitum ekki hvenær það gerst næst. Þingmaður segir já. Forseti vill upplýsa að við verðum að hefja atkvæðagreiðsluna 9 af því að hún fór af stað á öfugum fæti. Til þess að greitt sé sannanlega atkvæði rétt.
En atkvæðaskýringar eru að sjálfsögðu fullgildar. Hefst þá atkvæðagreiðslan að nýju og greidd eru atkvæði fyrsta tölulið breytingartillagna frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur við 1. grein að þar bætist ný grein sem verði 1. grein og svo framvegis. Hafa þá allir þingmenn greitt atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 15. Á þingskjali 1766 er breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar við breytingartillaga á þingskjali 1654 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 14 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1654 töluliður 1 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15 og 1 greiðir ekki atkvæði. Þá var það greitt atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1679 töluliður 2 er breytingartillaga frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að við bætist nýr kafli með einni nýrri grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 15. Í framhaldsnefndaráliti á þingskjali 1814 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við 2. tölulið breytingartillagna á þingskjali 1654 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1654 töluliður 2 svo breyttur er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar að við bætist nýr kafli með 4 nýjum greinum sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15, 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1679 töluliður 3 er breytingartillaga frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir, sem nú væntanlega sjálfallinn þar sem búið að fella efnisatriðin á undan, en kemur engu að síður til atkvæða og þá gerir grein fyrir atkvæði sínum hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson. Og við hefjum þá atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þetta var hárrétt athugasemd frá forseta gildi greinarinnar. Þingið hefur nú látið sér úr greipum ganga tækifæri til þess að hefja þó í smáu væri sanngjarna gjaldtöku fyrir veiðar, en að sjálfsögðu er greinin eins og hún er núna, þar sem er búið að fjalla allt sem heitir gjaldtaka út úr frumvarpinu, að þá er hún í rauninni óþörf og svo sem óþarfi annað en að sitja hjá við þá atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Hafa allir náð að skipta skoðun? Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 2 og 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1654 töluliður 3 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum gegn 15 og 1 greiðir ekki atkvæði og fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og atvinnuveganefndar og er það samþykkt.
Þá hyggst forseti gera örstutt hlé á þessum fundi, korters hlé til samráðs við þingflokksformenn. Fundi heldur svo fram að því hléi loknu og höldum við áfram niður eftir dagskránni, en síðan verður gert fundarhlé, lengra fundarhlé kvöldmatarleytið fyrir nefndarfundi, þannig að búast má við kvöldmatarhléi 7 til 8:30 eða þar bil. Það er ekki hægt að útiloka að frekari atkvæðagreiðslur verði síðar í kvöld og þá væntanlega að afloknu kvöldmatarhléi. Þannig að forseti biður menn að halda sig á svæðinu. Fundinum er nú frestað í 15 mínútur til klukkan korter í 5.